Komið sæl, ég býð ykkur velkomin á 208. fund í sveitarstjórn Dalabyggðar. Fundurinn er haldinn hér í stjórnsýsluhúsinu í Búðardal. Áður en við göngum til auglýstrar dagskrár legg ég til að máli númer 210218 aðalfundarbyggð Fóðriðunar Ólafsdal, mál til kynningar verði dagskrárliður 34 og mál númer 2109-005 skýrsla verkefni störf án staðsetningar verði mál til kynningar á dagskrárliður 35. Röð annarra mála breytist í samræmi við framangreint. Einhverju sem á móti því að taka þessi mál á dagskrá? Svo virðist ekki vera, þannig að þessi mál komin á dagskrá. Þá göngum við til formlegra dagskrár og þar fyrst dagskrárliður 1. Það viðauki 5 við fjárhagsáætlun 2021. Og ég held að það best að Kristján sveitarstjóri komi og geri hér grein fyrir því hvað felst í viðauka 5. Oddviti, sveitarstjórnarfulltrúar. Í þessum viðauka eru þær breytingar að tekjur af sorpgjaldi þær eru 2,2 milljónum meira heldur en var áætlað í upphafi og það semst þá fært inn í fjárhagsáætlun. Það sem þetta þýðir bara að niðurgreiðsla sveitarfélagsins á þessar þjónustu, það að segja þjónustu sem það sem átti að greiðast á skatttekjum, það bara lækkar, en það samt sem áður ennþá niðurgreiðsla á þessa þjónustu sem eins og ég hef nefnt áður ekki heimilt, þarf að leysa, en það bara staðan svona hjá okkur núna. Sameiginlegur kostnaður hækkar 2 milljónir króna, það kostnaður vegna lögfræðiþjónustu. Þar stóri kostnaðurinn hefur verið vegna málaferla sem voru út af lögum sem lokið og það sem að málskostnaður var látinn falla niður eins og orðað, en það þýðir það hver greiðir sinn kostnað. Og síðan hafa verið stjórnsýslukæru og fleira sem við höfum þurft lögfræðiaðstoð við. Rekstrarkostnaður Dalaveitna hækkar 1 milljón króna og þetta viðhaldskostnaður. Það hafa verið fleiri bílanir heldur en áætlað var, slitnaðir strengir. Fjárfesting á þessu ári lækkar 76 milljónir. Það að segja að það eru 80 milljónir sem lækkun vegna íþróttamannvirkja. Það voru 100 milljónir á áætlun. En það alveg ljóst að það verður ekki farið ekki farið framkvæmdir á þessu ári eftir því hvaða ákvörðun verður, þó svo verður ákvörðun tekjunu framkvæmdir. Það bara útboðsmál og hönnun og fleira sem tekur tíma, þannig að þetta þá kostnaður sem að færist til og kemur inn í annar staðar inn í áætlun, það að segja bara ekki á þessu ári. Hins vegar 4 milljón króna hækkun á fjárfestingakostnaði vegna sorpbyrðu. Það vísitölubreyting sem ekki var gert ráð fyrir, það vísitölubreyting í samningunum en það láðist að áætla fyrir henni í fjárfestingunum. Það var hins vegar í rekstur sorpbyrðunar það í lagi og síðan eru fleiri sorpílát heldur en var áætlað og kostnaður við tunnustaðana hefur orðið meiri, til dæmis vegna jarðvinnu. Og síðan eru 400.000 krónur sem koma inn í viðauka vegna fjárfestinga, það vegna framkvæmda við veg að hesthúsum. Takk fyrir þessa yfirferð, Kristján. Eru einhverjir sem vilja taka til máls varðandi viðauka 5 við fjárhagsáætlun 2021? Svo virðist ekki vera. Þeir sem geta staðfest viðauka 5 við fjárhagsáætlun gefur merki. Hún samþykkt samhliða. Þá næst dagskrárliður 2. Það eru alþingiskosningar 2021 en kjörskrá lögð hér fram til afgreiðslu og á kjörskrá hér í Dalabyggð eru 483 aðilar, 248 karlar og 235 konur. Einhverju sem vilja ræða kjörskrá? Þeir sem geta staðfest fyrirliggjandi kjörskrá vegna alþingiskosninga gefur merki. Hún samþykkt samhliða.
Þá er næst dagskrárliður 3. Það er héraðsnefnd Dalasýslu lögð niður, en þetta kemur frá fundi byggðarráðs 27. ágúst. En héraðsnefnd Dalasýslu hafði verkefni á meðan fleiri en eitt sveitarfélag var í sýslunni. Eftir að sveitarfélögin sem áttu aðild að héraðsnefndinni sameinast í Dalabyggð hefur hún ekkert hlutverk lengur og hefur Dalabyggð sinnt verkefnum sem voru á vettvangi hennar og staðið undir kostnaði vegna þeirra. Því er lagt til að héraðsnefnd Dalasýslu verði lögð niður og verkefni og eignir flytjist til Dalabyggðar. Og þetta er þá til umfjöllunar hér í sveitarstjórn. Einhverjum sem vilja ræða þetta mál frekar. Og bara legg ég til að sveitarstjórn staðfesti ákvörðun byggðarráðs sem að héraðsnefnd Dalasýslu verði lögð niður, þeir sem eru samþykkið því gefmerki. Það er samþykkt samhljóða. Þá er dagskrárliður 4. Það er loftslagsstefna Dalabyggðar. Það liggja hér fyrir drög að umhverfis- og loftslagsstefnu Dalabyggðar og ég veit að Ragnheiður Pálsdóttir ætlar aðeins að fjalla hana, ekki? Gjörðu svo vel. Oddviti og aðrir fundamenn. Í júní síðastliðinn leitaði Samband íslenskra sveitarfélaga eftir aðkomu nokkurra sveitarfélaga víðs vegar landið til þátttöku við að rýna verkfærakistu sveitarfélaga í loftslagsmálum sem ætlað væri að styðja sveitarfélög við að setja sér loftslagsstefnu í sínum rekstri eins og kveðið er á í lögum loftslagsmál. Verkfærakistan var mótuð í samstarfi Sambands íslenskra sveitarfélaga og umhverfisstofnunar með fjármagn frá umhverfis- og auðlindaráðuneytinu. Dalabyggð tók þátt í verkefninu ásamt 12 öðrum sveitarfélögum. Jóhanna María Sigmundsdóttir, verkefnastjóri atvinnu, markas-, ferða- og menningarmála Dalabyggðar var verkefnastjóri og tengiliður verkefnisins og vann verkefnið ásamt mér og er afraksturinn til umsagnar hér í dag. Okkur Jóhannu Maríu fannst alveg tilvalið að taka 2 fyrir 1 og úr varð umhverfis- og loftslagsstefna sem tekur á losun gróðurhúsalofttegunda en einnig umhverfisáhrifum sveitarfélagsins í víðari samhengi. Sá þáttur sem ég vil einna helst vekja athygli á er kaflinn kolefnisstjórnun, en þar stendur: Sveitarfélagið ætlar að gera það að stefnu sinni að taka ekki þátt í að kaupa kolefniseiningar, heldur vinna frekar að bætingu innan síns héraðs, meðal annars með mælanlegum mótvægisaðgerðum. Kaup á slíkum einingum er villandi fyrir raunverulega stöðu sveitarfélagsins í umhverfis- og loftslagsmálum. Markmið Dalabyggðar er að draga raunverulega úr losun í sveitarfélaginu og framkvæma mótvægisaðgerðir til að vinna gegn þeirri losun sem þó verður. Takk fyrir þessa kynningu, Ragnheiður. Ég vil bara þakka Ragnheiði og Jóhannu fyrir þessa vinnu sem að við loftslagsstefnu Dalabyggðar, en orðið er laust stefnuna. Annað liggur fyrir að samþykkja stefnuna eins og hún liggur hér fyrir núna eða hvort að sveitarstjórnarmenn vilji fresta afgreiðslu til næsta fundar til þess að rýna þessa stefnu betur. Einhverjir sem vilja taka til máls? Skúli? Oddviti, góðu fundamenn. Ég verður bara viðurkenna, ég las ekki nema svona 1/4 af þessari loftslagsstefnu og hérna var ég alveg til í að fá að fresta þessu fram á næsta fund. Ég held að það skaði ekki neitt. Þá höfum við smá tíma til að grúska þessi inni betur, en ég treysti svo sem alveg til að hafa unnið þetta fagmennsku, en ég held að hitt farið sniðugt. Takk. Fleiri sem vilja taka til máls? Ég geri það alltaf bara tillögu minni að við frestum afgreiðslu á umhverfis- og loftslagsstefnu til fundar í október og hún verður þá aftur til afgreiðslu þá. Þeir sem eru samþykkið því gefmerki. Það er samþykkt samhliða. Þá er næst dagskrárliður 5, það sem ber heitið beiðni upplýsingar varðandi vatnsgjald og leiðbeiningar ráðuneytisins þar að lútandi. Ég veit að Kristján sveitarstjóri ætlar að fara aðeins yfir þetta mál. Oddviti, sveitarstjórnarfulltrúar. Það er þessi gögn sem að við erum að vinna með og svar
við erindi ráðuneytisins, það kom þetta ekki inn í, kom og seint inn í allt og seint inn í fundagáttina og ég vil biðjast velvirðingar á því. En okkur barst sem sagt bréf sem var sent til allra sveitarfélaga og veitufyrirtækja í maí og höfum frest til þess að svara því til síðustu mánaðamóta en ég lét ráðuneytið vita því að við myndum ekki svara þessu fyrr en málið hefði komið til umfjöllunar í sveitarstjórn þó svo að það hefur verið lagt fram og kynnt í byggðarráði. Það sem að var erindi ráðuneytisins var að allar vatnsveitur þær færu yfir gjaldskrá sínar og með hliðsjónum að ákvæðum laga þess efnis að vatnsgjald væri þjónustugjald og óheimilt að skilgreina fjármagnskostnað með þeim hætti að hann taki eignir til kostnaðar af bundnu fé eigendan í vatnsveitunum. Og þetta mál kemur upp í framhaldi af máli sem að kom upp sem gagnvart veitum fyrir 2 árum og ráðuneytið sem sagt farið inn í frumkvæðisathugun í framhald af því. Og það kallað eftir að sveitarfélögin eða vatnsveiturnar fari yfir forsendur gjaldskrárákvarðana og skilu upplýsingum þar að lútandi til ráðuneytisins. Nú mjög mikilvægt að hafa í huga að menn eru alls ekkert sammála þessa túlkun ráðuneytisins. Sambands íslenskra sveitarfélaga og Samorka hafa gert alvarlegar athugasemdir við þessa túlkun ráðuneytisins. Og í drögum af bréfi svarbréfi sem liggur fyrir fundinum að þá gerir Dalabyggð sömuleiðis alvarlegar athugasemdir og áskilur sér allan rétt til þess að leita réttar síns eftir að niðurstaða ráðuneytisins liggur fyrir. Við erum í svolítið sérstakri stöðu hérna vegna þess að það hefur safnast upp í viðhald og fjárfestingarsjóð háar upphæðir og umfram það sem að ráðuneytið vísar á í sínu leiðbeiningum. Ráðuneytið hefur talað um í þeim að fjárfestingarsjóður eigi að nema ekki meira heldur sem nemur fjárfestingaþörf á 2 árum. Við erum töluvert fyrir ofan það. Við erum hins vegar í þessari sérstakri stöðu að hér var lögð vatnsveita frá Svínadal í kringum 1980, tekin í notkun 81 ef ég man rétt. Og það þýðir það að það voru mjög miklar fjárfestingar á þeim tíma en síðan minni eftir það. Og það þýðir líka það að við getum ekki verið að fjárfesta jafnt og þétt í þessi stóra einskiptis fjárfesting, hún bara ekki komin á tíma ennþá. Þannig að við viljum meina þar að leiðandi að það sé ekkert óeðlilegt að sveitarfélagið sem eins og Dalabyggð sem rekur veitu með þessum hætti safni upp í stærri fjárfestingarsjóð heldur en það sem nemur 2 árum. Þess að þegar að þörfin kemur þá verður hún mjög há. Það liggur fyrir og við fengum við fengum Verkís til að meta viðhaldsþörfina og samkvæmt því erum við og það samkvæmt þeirri áætlun sem við erum að horfa á, þá eru fjárfestingar næstu ára fyrst og fremst ný heimdaugar að laugum og götulagnir í Búðardal og það sem sagt bara stighækkandi kostnaður vegna þess að kerfið hér í Búðardal er orðið töluvert gamalt og það hefur verið að bila, það hefur verið á þessu ári ef ég man rétt hvort það var 2 eða 3 bílanir sem hafa komið upp og hefur þurft að grípa inn í. Síðan og þannig að sem sagt eftir einhver 10 til 14 ár þá þarf að fara í töluvert mikla fjárfestingar í götulögnum hérna í Búðardal en ekki með stofnlögnina frá Svínadal.
það kemur hins vegar að henni í kringum 2045 til 2060, virkar langt í burtu en það er ekki rosalega langt í burtu, og þá erum við að tala um að það sé fjárfesting á núvirði upp á 420 milljónir sem þarf að leggja í við það. Og síðan þarf að því að heimtaugarnar í dreifbýlinu sem þar sé þeim heimilum í dreifbýlinu sem eru tengd vatnsveitunni, það var náttúrulega gert á sama tíma og stofnlögnin var lögð, þannig að þar kemur líka til fjárfestingakostnaður eftir cirka 25 ár, 25 til 30 ár, og það eru við talað 92 milljónir. Þannig að það eru með öll, og síðan tankur, nýr tankur og fleira, þannig að við erum að tala ríflega 500 milljónir, 540 milljónir cirka, sem að byrja að tikka inn eftir 25 ár. Þannig að við viljum sem sagt leggja það upp að vatnsveitan muni nota það fé sem hefur safnast upp á undanförnum árum og að leggja áherslu á það að fá þá túlkun sem sagt frá ráðuneytinu að þetta sé okkur heimilt, en eins og segi, þetta er ekki í samræmi við leiðbeiningar. En ég tel hins vegar að það verði óhjákvæmilegt við ákvörðun gjaldskrár næsta árs að lækka vatnsgjaldið verulega, og þannig að það væri svona, held ég, að ögra mikið að vera að halda áfram að safna í fjárfestingarsjóð, þannig að miða vatnsgjaldið á næsta ári við það að það standi fyrst og bara undir því sem að þjónustugjald á að standa. En ég óska eftir umboði sveitarstjórnar til þess að fá að svara bréfinu í dúr við það sem ég hef hér rennt yfir og samræmi við drögin sem að liggja fyrir í fundargögnum. Takk fyrir þessa greinargóðu yfirferð, Kristján. Eru einhverjir sem vilja ræða þetta mál? Þetta eru stórar upphæðir sem eru hérna í ekki fjarlægri framtíð, heldur bara það er ótrúlega stutt í 20 ár, að 20 ár verði liðin, þannig að þetta er eitthvað sem þarf að taka með í reikningin ef að sveitarfélagi fyrir inn í sameiningarviðræður, að huga því að þetta sé mikilvægur partur af innviða fjárfestingu sem að verði hægt að framkvæma. En það allavega hér tillaga bara það að við veitum sveitarstjóra umboð til þess að svara þessu bréfi í samræmi við það sem hann rakti hér áðan. Þeir sem eru samþykkið því gefið merki. Það er samþykkt samhliða. Þá er dagskrárliður 6, það er fjallskil 2021. En það liggur hér fyrir fundur kvörtun vegna skiptingu dagsverka hjá fjallskilanefnd Suðurdala. Og ég veit að Kristján sveitarstjóri ætlar aðeins að fara yfir þetta mál. Oddviti sveitarstjórnarfulltrúar, já, þetta er eins og oddviti sagði, kvörtun vegna skiptingu og greiðslu fyrir dagsverk hjá fjallskilanefnd Suðurdala. Snýra því að athugasemdin sá sem gerir athugasemdina þurfa að greiða dagsverk, menn aðrir sé að fá greitt tilbaka, og það er semst óskað eftir því eða væri hvernig gengur út af það að þetta ætti að jafna. Ég setti mig í samband við formann fjallskilanefndar Suðurdala og hann myndi ekki eftir að hafa fengið þetta inn á sitt borð en sagði að mögulega hefði það getað farið fram hjá honum og þá bæðist bara afsökunar á því. Og að fjallskilanefnd gerði sitt besta til að skipuleggja smalamennskur, en það gæti auðvitað, eins og kemur fram í reglugerð, lent á sumum að borga, og það væri mismunandi eftir árum hvernig þetta lendir, og erfitt að hafa fleiri dagsverk en þau sem eru áætluð á fjalli. Hins vegar staðfestir fjallskilanefndin móttök á þessu erindi og mun taka til umfjöllunar á sínu næsta fundi
og fara yfir hvort ekki sé hægt að hafa betra jafnvægi milli þeirra sem borga og þeirra sem fá greitt. Og ég vil gera það að tillögu minni að sveitarstjórn fresti afgreiðslu á þessu máli meðan það er til umfjöllunar hjá fjallsýslanefndinni. Mér finnst það eðlilegt að hún fái tækifæri til að fjalla um málið og skila sinni niðurstöðu áður en það kemur til afgreiðslu hjá sveitarstjórn, en þetta er eins og erindi sem er sent til sveitarstjórnar og þar er eðlilegt að það sé tekið upp hér á þessum fundi. En eins og sé, nefndin hefur staðfest móttöku á þessu og mun taka þetta til umfjöllunar og skoðunar. Takk fyrir þessa yfirferð, Kristján. Einhverjir sem vilja ræða þetta mál frekar? Ég geri það allavega tillögu minni að afgreiðslu málsins sé frestað þar til að við fengi þá umfjöllun hjá fjallsskjalanefnd Suðurtala, þeir sem eru samþykkir þeirra afgreiðslu gefur merki. Það er samþykkt samhliða. Síðan er dagskrárliður 7, það er skilgreining opinberrar þjónustu og jöfnun aðgengis. En það liggur fyrir núna í samráðsgátt stjórnvalda greinargerð skilgreiningu opinberrar þjónustu og jöfnun aðgengis að henni. Og þetta var tekið fyrir á fundi byggðarráðs 27. ágúst og sem samþykkt að útbúin verði umsögn greinargerðina sem verður lögð fyrir sveitarstjórn og það liggur hér fyrir í fundargátt fundarins drög að þessari umsögn. Einhverjir sem vilja ræða þessa umsögn sérstaklega. Þeir sem eru bara samþykkir þessari umsögn gefur merki. Þá er hún samþykkt samhliða og hún verður send inn sem umsögn Dalabyggðar þessa skilgreiningu opinberri þjónustu. Þá er næst dagskrárliður 8, það er umsókn frá Vegagerðinni framkvæmdaleyfi vegna Snæfellsvegar nr. 54. Og þetta var tekið fyrir á fundi umhverfis- og skipulagsnefndar þann 20. ágúst og nefndin leggur til við sveitarstjórn að útgáfa framkvæmdaleyfi verði samþykkt á grundvelli heimilda aðalskipulags sveitarfélagsins. Einhverjir sem vilja ræða þetta mál sérstaklega. Svo virðist að gera þeir sem eru samþykkir því gefur merki. Það er samþykkt samhliða. En þá ætla ég að víkja fundi og biðja Ragnheiði Pálsdóttur að taka við stjórn fundarins undir dagskrárliður 9, þar sem að dagskrárliður 9 snýr að skógrækt og ég ætla ekki að tjá mig hana meðan að í gangi kærumál vegna minnar eigin skógræktar. Já, fundarmenn. Þetta umsókn framkvæmdaleyfi skógrækt á jörðinni Hallstöðum, mál nr. 21.06028. Úr fundargerð 118. fundar umhverfis- og skipulagsnefndar 28.2021, dagskrárliður 2. Umsókn framkvæmdaleyfi skógrækt á jörðinni Hallstöðum, fyrir liggur umsókn frá Konráði Lúðvíkssyni framkvæmdaleyfi vegna skógræktar á jörðinni Hallstöðum. Er að ræða svæði sem er 30 hektarar að stærð. Með vísun í 4. grein reglugerðar framkvæmdaleyfi umrædd framkvæmd leyfisskyld og felur í sér að leita þar umsagnar viðeigandi stofnana. Nefndin samþykkir erindið með tilliti til nýrrar flokkunar á landbúnaðarlandi í drögum að endurskoðun á aðalskipulagi Dalabyggðar 2004-2016 en landið fellur undir flokk 2 og 3 samkvæmt þeirri skilgreiningu. Einnig þarf að grenndarkynna framkvæmdina fyrir aðliggjandi jörðum og leita eftir umsögnum frá viðeigandi stofnunum. Nefndin bendir á að með útgáfu framkvæmdaleyfis þarf að liggja fyrir skógræktarsamningur viðkomandi svæði, skipulagsfulltrúa falið að ganga frá málinu. Er einhver sem vill ræða skógrækt á Hallstöðum? Það er ekki. Og þá bara þeir sem að geta samþykkt tillögu nefndarinnar að samþykkja erindi með tilliti til nýrra flokkunar á landbúnaðarlandi í drögum að endurskoða aðalskipulagi Dalabyggðar 2004-2016 en landið fellur undir flokk 2 og 3 samkvæmt þeirri skilgreiningu. Einnig þarf að grenndarkynna
framkvæmdina fyrir aðlagitan jörðum og leita eftir umsögnum frá viðeigandi stofnunum. Nefndin bendir á að með útgáfu framkvæmdaleyfis þarf að liggja fyrir skógræktarsamningur viðkomandi svæði, skipulagsfulltrúa fæli að ganga frá málinu. Þeir sem að geta samþykkt þetta gefið merki. Það er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Eyjólfur, þú mátt koma. Takk. Þá er næst dagskrárliður 10, það er Skoravík, landnúmer 1378786 og Skoravíkurland 3, landnúmer 218-570, það er sameining jarða. Það liggur hér fyrir erindi frá Árna Alvari Arasyni og Elsu Ævarsdóttur fyrir hönd Skoravíkur ehf. Þar sem óskað er eftir sameiningu jarðarinnar Skoravíkur og Skoravíkurlands 3. Með þeim hætti að Skoravíkurland 3 verði fellt aftur inn í upprunajörðina Skoravík. En báðar eignir eru í eigu sömu landeiganda og umhverfisskipulagsnefnd gerir ekki athugasemd við sameiningu jarðanna. Þannig ég myndi gera það tillögu minni að sveitarstjórn myndi bara samþykkja það að þessar jarðir verði sameinaðar. Það eru einhverjir sem vilja ræða þetta mál sérstaklega. Það kveður sér engin hljóðs þeir sem eru samþykkja því gefið merki. Það er samþykkt samhliða. Þá er næst dagskrárliður 11, það er Borgarbyggð, það er óskum umsögn vegna breytingar á aðalskipulagi. Og þetta var tekið fyrir á fundi umhverfis- og skipulagsnefndar þann 20. ágúst og Borgarbyggð óskar eftir umsögn Dalabyggðar vinnslutillögu fyrir aðalskipulagsbreytingu í Húsafelli. Fyrirhugað er að skilgreina landnotkun og samgöngukerfi fyrir verslun, þjónustu, íbúð og frístundabyggð sunnan þjóðvegur í Húsafelli. Skipulagsnefnd gerir ekki athugasemd við vinnslutillöguna fyrir aðalskipulagsbreytingu í Húsafelli í Borgarbyggð. Einhverjum sem vilja ræða þetta mál? Þeir sem eru bara samþykkir því að gera ekki athugasemd við þessa vinnslutillögu þeir gefið merki. Það er samþykkt samhliða. Þá er næst dagskrárliður 12, það er stofnun lóðar í landi Þverfells, það er landnúmer 137897. En það liggur fyrir umsóknum að stofna lóðina Húsatún í landi Þverfells í Sörbæ og umhverfisskipulagsnefnd gerir ekki athugasemd við stofnun lóðar í landi Þverfells og leggur til við sveitarstjórn að heimila stofnun lóðarinnar í samræmi við fyrirliggjandi erindi. Einhverjum sem vilja ræða þetta mál sérstaklega? Svo virðist ekki vera þeir sem eru samþykkir því að lóðin Húsatún í landi Þverfells verði stofnuð gefið merki. Það er samþykkt samhliða. Þá er næst dagskrárliður 13, það er nýr reiðvegur hjá Búðardal. Þetta kemur frá fundi umhverfis- og skipulagsnefndar. Það sem sótturinn gerði reiðvegur við Búðardal og umhverfis- og skipulagsnefnd gerir ekki athugasemd við erindið. Einhverjum sem vilja ræða þetta mál? Ég tel að sveitarstjórn eigi ekki gera athugasemd við þetta mál frekar, þeir sem geta staðfest það gefið merki. Það er samþykkt samhliða. Þá er dagskrárliður 14, það er framlenging á stöðuleyfi. Þetta kemur frá fundi umhverfis- og skipulagsnefndar 20. ágúst. En Stormorka ehf. Óskar eftir framlenging og stöðuleyfi fyrir vindmælingamöstur í landi Hróðnýjarstað en gildandi stöðuleyfi rennur út 25. október 2021. Nefndin leggur til við sveitarstjórn að stöðuleyfi fyrir vindmælingamöstur í landi Hróðnýjarstað verða framlengt 1 ár frá 25. október 2021 til 25. október 2022. Einhverjir sem vilja ræða þetta mál sérstaklega? Það kveður sér engin hljóðs. Ég geri það bara tillögu minni að sveitarstjórn samþykki þessu ósk Stormorku að framlenging og stöðuleyfi fyrir vindmælingamöstur, þeir sem eru samþykki því gefið merki. Það er samþykkt samhliða. Þá er næst dagskrárliður 15, það er umsókn landskipti á lóð út úr jörðinni Fremri Hundadalur. Það liggur hér fyrir umsókn landskipti á lóðinni Efri Hundadalur út úr jörðinni Fremri Hundadalur og stærð nýrrar lóðar er 5,48 hektarar. Og umhverfisskipulagsnefnd gerir ekki athugasemd við landskiptin og stofnun lóðarinnar. Einhver sem vilja ræða þetta mál sérstaklega? Það kveður sér engin hljóðs, þá legg ég til bara sveitarstjórn staðfesti þessa afgreiðslu og lóðin Efri Hundadalur verði stofnuð í
landi jarðar og fremri Hundadalur, þessum eru samþykkið því GF-merki. Það er samþykkt samhliða. Og þá er næst fundargerð til staðfestingar. Það er fyrst fundargerð umhverfis- og skipulagsnefndar frá 20. ágúst. Það sem voru 15 mál á dagskrá og það eru búin að afgreiða nokkur mál hér að framan. Einhverju sem vilja tjá sig þessa fundargerð sérstaklega. Skúli. Oddviti, góðu fundamenn, kannski eitt mál sem ég vil svona aðeins nefna. Það er umsókn frá Ólís, liður nr. 8 í fundargerðinni, þar sem þeir sækja að setja upp eldsneytistöð í 40 feta gámi. Ég túlka þetta þannig að það sé ekki verið að gefa leið, heldur verið að leita umsagna hjá einum af þessum aðilum. Ég vil kannski benda á að, og já, einmitt í nefndinni segir sko þeir fagna samkeppni á eldsneytissölu. Ég er alveg sammála því, en það þarf kannski að vera á jafnréttis grundvelli að sumir þurfa að grafa sína tanka í jörð og meðan aðrir kannski þurfa að hafa bara frá leyfi til að sitja í gám. Ég setja aðeins spurningamerki við það. Og svo held ég að á þessari lóð séu niðurgrafni tankar í dag sem ekki búið að taka upp og ég held að vera mjög skynsamt að láta það fylgja með að skoða hvernig staðan er á þeim og hvert það væri ekki sniðugt að láta taka þá upp og við skoða jarðveginn sem er í kringu þá gáma, því að eftir því sem mér skilst og hef aðeins heyrt þá er sko langt síðan að þegar sjoppan var þarna þá ángaði alltaf bensínlykt í kjallaranum á því húsi eða eitthvað. Þannig að ég held að vera mjög sniðugt að tvinna þetta saman og láta allavega fjarlægja þessa tanka sem eru neðanjarðar og ég vona svo að þetta mál kom inn á dagskrá sveitarstjórnar aftur. En ég er svolítið efins þessa 40 feta gáma þarna í staðan fyrir bara að gera eins og aðrir sem eru með leyfi að hafa þetta bara niðurgrafið og gera þetta á skynsaman hátt. Þetta getur verið stór hættubrjóti ef að kveiknar í þessu. Allavega mikið sprengjuhætta. Þetta er ekkert langt frá næstu lóð, sýnist mér. Þannig að ég vil að þetta verði skoðað vel. Og eins og ég segi, við erum ekki að gefa leyfi fyrir þessu í dag. Takk. Takk fyrir þetta, Skúli. Það er alveg rétt verið. Það er ekki verið að gefa leyfi fyrir þessari eldsneytisafgreiðslu hjá Ólís, heldur er málið ennþá til skoðunar hjá nefndinni og við erum þá bara aðeins að staðfesta fundargerð umhverfis- og skipulagsnefndar. En ég tek undir með Skúla varðandi þennan dagskrálið 8 í fundargerðinni að þá skoða þetta mál vel frá bara öllum hliðum og þarna tryggja það að umhverfið njóti alltaf vafans og það sé engin hætta. Ef þetta er ný tegund af eldsneytisafgreiðslu á Íslandi þá ekki að þetta ekki vera fyrsta stöðun í Íslandi. Við höfum ekki verið með tilraunaverkefni hér í Dalabyggð þó það myndi eitthvað lækka verð. Ég held að áhættan sé of mikil en það þarf að skoða málið frá öllum hliðum. En orðið er laust fundargerð umhverfis- og skipulagsnefndar. Ragnheiður. Oddviti og aðrir fundamenn. Ég er alveg sammála því sem að Eyjólfur og Skúli hafa sagt hérna. Ég ætla bara að benda á það sem að umhverfis- og skipulagsnefnd segir hérna í sinni niðurstöðu. Leita þarf umsagna viðandi aðila auk þess sem þeir þurfa á að grennda kynna starfsemina fyrir nærliggjandi lóðurhöfum. Svo stendur hérna líka að brýnt sé að uppfylla kröfur heilbrigðis- og brunavarnir. Við í nefndinni teljum okkur ekki endilega hafa vit á öllum sköpuðum hlutum. Þess vegna er aflað umsagnar og við þurfum að fá þessar umsagnir og þær þurfa að standast til þess að við getum tekið þetta lengra. Takk. Takk fyrir þetta, Ragnheiður. Einar. Ágætu fundamenn. Ég er sérst að tala sama dagskrálið. Ég held nú að bókunin hjá nefndinni sé nú bara einmitt mjög góð og það kemur örugglega út úr því.
Ég held að við getum lært ýmislegt af til dæmis þessu máli sem að þeir á Hofsós eru búin að standa í, þessum leka þar í þessum neðanjarðartöngum. Ég held að menn séu farnir að vinna þetta mjög mikið núna, maður er alltaf farin að sjá þessa yfirborðstanga ansi víða og þar eru yfirleitt eitthvað svona gildrur undir þeim, þannig að menn verða mjög fljótt varir við til dæmis allar skemmdir og leka í þessu. Meðan að svona lekar geta ansi lengi grassað í þessum neðanjarðardæmi. Og en ég fagnaði bara að það komi einhverju nýjar aðilar og ég treysti því líka að ef þetta fær jákvæða umsókn og fær allt í gegn að þetta verði mjög snyrtilegt. Ég held að menn vilji hafa þetta mjög fínt hjá sér. Takk. Takk fyrir þetta Einar. Fleiri sem vilja taka til máls? Skúli? Þetta góða fundarmenn, ég ætla bara aðeins að benda það að þó að tankarnir séu setti niður í jörð, þá gilda nákvæmlega sömu reglur þar, það þarf gildrur og allt, þannig að það á að hefta alla útbreiðslu þó að þeir fara að leka. En ég bara líka benda á sérstaklega að það þarf að taka upp þessa tanka sem eru fyrir í dag og skoða jarðveginn sem er þar í kring. En ég segi bara alla reglur, þær gilda alveg sama hvort þeir eru ofanjarðar eða neðanjarðar. Takk fyrir þetta Skúli. Fleiri sem vilja taka til máls og fundargerð einhverjar skipulagsnefndar? Ragnheiður? Þetta verður fundarmenn. Bara lítið eitt með leka á svona. Í þessu máli, ég fann það nú ekki í fundargörnunum núna svona hraðferð, að það var talað um það að þarna yrði sett upp svona lekagildrur. Það yrðu alltaf lekagildrur. Það sem að við vorum kannski svona mest efins með það var með að þetta væri ofanjarðar og inn í íbúðabyggð en heilbrigðisráðuneytið og brunavarnir taka á þeim málum. Takk fyrir þetta Ragnar. Fleiri sem vilja taka til máls? Þá gerir það til að meina að fundargerð einhverju skipulagsnefndar verði samþykkt, þess sem samþykkir henni gefummerki. Hún er samþykkt samhliða. Þá er næst dagskrárliður 17, það er atvinnumálanefnd Dalabyggðar. Það er fundargerð nr. 24. Einhverju sem vilja ræða þá fundargerð sérstaklega? Það kveður sem engin hljóðs, þá bara gerir það til að meina að fundargerðin verði staðfest, þess sem samþykkir henni gefummerki. Hún er samþykkt samhliða. Þá er dagskrárliður 18, það er fundargerð byggðarráðs Dalabyggðar, fundur 274. Einhverju sem vilja ræða þá fundargerð sérstaklega? Kveður sem engin hljóðs, gerir ég bara tillögu um að fundargerðin verði samþykkt. Hún er samþykkt samhliða. Þá er næst dagskrárliður 19, það er fundargerð byggðarráðs, fundur nr. 275. Einhverju sem vilja ræða þá fundargerð sérstaklega? Það kveður sem engin hljóðs, ég gerir til að hún verði samþykkt. Hún er samþykkt samhliða. Þá eru hér næst fundargerðir til kynningar. Það eru fundargerð stjórnar Dalaveitna. Það liggja hér fyrir fundargerðir stjórnar frá 27. maí og 27. ágúst. Einhverju sem vilja ræða þær? Svo er ekki. Þá er dagskrárliður 21, það er fundargerð Almannavarnanefndar Vesturlands. Það er fundargerð frá 27. ágúst. Einhver sem vill ræða hana? Svo er ekki. Þá er dagskrárliður 22, það eru fundargerðir stjórnar Bakkahvamms HSES. Það er fundargerð stjórnar frá 19. ágúst. Einhver sem vill ræða hana? Svo er ekki. Þá er það dagskrárliður 23, það eru fundargerðir Sambands íslenskra sveitarfélaga. Og það er fundargerð stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga. Það er fundur 27. ágúst, sem liggur hér frammi. Einhver sem vill ræða hana? Svo er ekki. Þá eru mál til kynningar og það er dagskrárliður 24, það er haustþing Samtaka sveitarfélaga á Vesturlandi.
Það verður haldið hér í Dalabyggð 29. september næstkomandi. Það liggur fyrir fundargerðum bara fundarboð. Svo er dagskrárliður 25, það er breyting á heilbrigðiseftirlitssvæðum, en það liggja hér fyrir drög að reglugerð um sameiningu Kjósarsvæðisins við heilbrigðiseftirlit Vesturlands. Einhvers vill ræða það? Svo er ekki. Þá er dagskrárliður 26, það er innleiðing laga um samþætta þjónustu í þágu farsældar barna. Liggur hér fyrir bréf frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga. Einhvers vill ræða það? Það er fyrir til kynningar. Þá er dagskrárliður 27, það eru barnvæn sveitarfélög. Það er innleiðing barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. Það er bréf frá félags- og barnamálaráðherra og UNICEF sem liggur hér fyrir. Einhvers vill ræða það? Svo er ekki. Þá er dagskrárliður 28. Það er undirbúningur íþróttamannvirkja í Dalabyggð. Það liggur hér fyrir fundargögnum minnisblað um stöðu málsins. Einhvers vill ræða minnisblaðið? Kristján? Oddviti, sveitarstjórnarfulltrúar. Það á síðasta fundi sveitarstjórnar þá var starfshópnum sem er að vinna að undirbúningi íþróttamannvirkja í Dalabyggð falið það að fara að undirbúa alútboðsgögn. Í síðan þeirri vinnu þá kom fram ábending frá okkar ráðgjöfum að það væri eðlilegur hluti af því að undirbúa alútboð, það væri að það færi fram forval. Og í forvali felst að það er auglýst eftir aðilum sem hefðu áhuga á að vinna svona verk og þeir þurfa síðan að uppfylla ákveðin skilyrði og síðan út úr því kemur þá að við erum með nokkra aðila vonandi sem eru tilbúnir að koma í það og það er þeir einir sem síðan mega bjóða í verkið í alútboði. Og það liggja fyrir hér í fundargögnum þó þau séu ekki til birtingar forvalsgögn og sem eru reyndar þóttir auga áttur að laga til á nokkur atriði. En í þeim er gert ráð fyrir að verktaki útvegi allt hönnunarteymið og þeir umsækjendur í forval eru beðnir að taka afstöðu til þess hvort 600 milljón króna mark sé raunhæft miðað við þær tillögur sem liggja fyrir. Og í þessum gögnum er byggingunni og starfsemi hennar lýst, sett sjálfbærni markmið sem umsækjendur þurfa að fylgja eftir. Það er lögð megin áhersla að verkið verði unnið á sem hagkvæmastan hátt og síðan er horft á samfélagsþætti og umhverfisþætti. Samhliða því að það er unnið að þessu forvali að þá verður áfram unnið að undirbúningi forhönnunar sem að mun nýtast hvort sem framkvæmdin fer í alútboð eða annað útboðsferli. En það er ekki byrjað á að vinna alútboðsgögnin fyrir niðurstaða forvals liggur fyrir og til þess að forvalið sé nothæft, ég veit ekki hvað orðið best að nota, þá þurfa helst að vera að minnstakosti 3, helst fleiri sem aðilar sem lýsa yfir áhuga á þátttöku í alútboði í forvali. Þannig að þetta ætti að fara í auglýsingu tiltölulega fljótlega og svo verður bara spennandi að sjá hvað viðbrögð við fáum. Takk fyrir þetta Kristján, fleiri sem vilja taka til máls. Svo er ekki, þá er hér næst dagskrárliður 29. Það er Sólheimar, breyting á aðalskipulagi vegna vindorkuvers. Það liggur hér fyrir bréf frá Skipulagsstofnun
sem á eftir að fá umfjöllun í umhverfis- og skipulagsnefnd Dalabyggðar. Það sem að Skipulagsstofnun neitar að staðfesta breytingu á aðalskipulagi Dalabyggðar sem við samþykktum hér á fundi 15. apríl síðastliðinn. En þetta á bara eftir að fá frekar umræðu hér innan stjórnsýslu Dalabyggðar. Einhverju sem vilja ræða þetta bréf, Kristján? Oddviti, sveitarstjórnarfulltrúar, það eru ýmis atriði sem eru tiltekin í þessu bréfi og þetta á reyndar líka við næsta dagskrárlið sem aðalskipulagsbreytingin að Hróðnýjarstöðum. Það eru hlutir sem maður svona allavega fyrsta yfirlestur áttar sig ekki með öllu á. Það mann finnst að þarna sé verið að blanda saman því sem snýr að deiliskipulagi og því sem snýr að aðalskipulagi í nokkrum þáttum. En það á þetta bara eftir að skýrast. Það gerð athugasemd við það að núna sé það samkvæmt lögum sem tóku gildi 1. júlí, þá sé það á borði sveitarfélagsins að taka ákvörðun lausn á landi úr landbúnaðarnotkun í iðnaðarnotkun, og það auðvitað vinna sem að bara ætti ekki að þurfa að taka langan tíma ef sveitarstjórn afgreiðir þannig. Það sem eins og náttúrulega svolítið sérkennilegt að við sendum þetta var á borði landbúnaðarráðuneytisins og þetta var sent þangað sem sagt fyrir nokkrum mánuðum, og sko þessi breyting á lögunum verður á meðan Skipulagsstofnun með málið á sínu borði. Þannig að það hefði til dæmis verið eðlilegt að ef þetta var eitthvað sem að menn vildu horfa til, að þá hefði verið gert bara athugasemd við það í fyrsta bréfi sem kemur frá Skipulagsstofnun. En þetta er rétt ábending sem verður að vinna út. Hins vegar er annað ákvæði sem að þarf skoðuna við og umhverfis- og skipulagsnefnd tekur væntanlega til skoðunar, og það er það að Skipulagsstofnun heldur sig ennþá við þá túlkun að það er að skilgreina þessi svæði sem varúðarsvæði í aðalskipulagi, og það sé ekki heimilt að skilgreina þetta sem iðnaðarsvæði fyrr en eftir að rammaáætlun hefur verið afgreidd. Við kölluðum eftir því og að lagarökum fyrir þessar afgreiðslu og höfum ekki fengið það bent í bréfi sem var sent eftir afgreiðslu sveitarstjórnar síðast, að þá var einmitt vísað til lagákvæða sem að segja raunverulega að sveitarfélagi sé ekki skylt að taka tillit til rammaáætlunar fyrr en rammaáætlun liggur fyrir. Þannig að þarna raunverulega verið að segja að það taka tillit til rammaáætlunar áður og liggur fyrir. En þarna finnst mér allan eðlilegt að það verði farið mjög ítarlega í hvaða lagarök þarna er og kallað eftir því frá Skipulagsstofnun. En þetta náttúrulega þarf umhverfis- og skipulagsnefnd að fjalla um og ákveða, en það eru vissulega þarna í bréfi Skipulagsstofnunar atriði sem að afgreiðsla hefur ekki verið nógu nákvæm og þarf bara að vinna betur. En stóru atriðin eru mjög mikil túlkunaratriði sem að eru öll hægt að deilum. Takk fyrir þessa yfirferð, Kristján. Fleiri sem vilja taka til máls? Svo virðist ekki vera. Þá er næst dagskrárliður 30. Það er Hróðnýjarstaða, breyting á aðalskipulagi vegna vindorkuvers. Og það liggur hér fyrir bréf frá Skipulagsstofnun, nokkurn veginn samhljóða bréfinu og dagskrárlið 29 sem að Kristján vekti hér áður. Einhvers vill ræða það bréf sérstaklega? Það kveður svo engin hljóðs, en þessu bréfi er náttúrulega eftir að fara fyrir umhverfis- og skipulagsnefnd og koma þá til afgreiðslu hér í sveitarstjórn aftur á næsta fundi væntanlega.
Þá er það dagskrárliður 31, það er samstarf safna á Vesturlandi, það er skýrsla starfshóps og fréttatilkynning sem að liggur hér fyrir. Einhverjum vilja ræða þetta mál? Það kveður sér engin hljóðs. Þá er það dagskrárliður 32, það eru fjallskil, smitvarnir. Það liggja hér fyrir leiðbeiningar vegna gangna og rétta með þarna varðandi COVID-19. Og samkvæmt þessu leiðbeiningum smitgát í réttum þá á að tilnefna sóttvarnafulltrúa í hverri rétt og ég geri það bara tillögu minni að sveitarstjórn samþykkja fela réttarstjóra í hverri rétt hlutverk sóttvarnafulltrúa en fjallskilanefnd á hverjum stað hefur umboð til að skipa annan aðila sóttvarnafulltrúa ef að nefndin telur það auðvelda framkvæmd rétta. Einhverju sem vilja ræða þetta mál frekar? Það kveður sér engin ljós og bara legg ég til að við samþykkjum þessa bókun það að réttarstjóri í hverju rétt fari með hlutverk sóttvarnar fulltrúa, þessum samþykkir því gefumerki. Það er samþykkt samhliða. Þá er hér dagskrárliður 33, það er viðbrögð Dalabyggðar vegna heimsfaraldurs COVID-19, hann liggur hér fyrir minnisblað. Einhverjum sem vilja ræða það? Síðan er það dagskrárliður 34, það er fundarboð á aðalfund Fóðriðinnar Ólafsdal, en aðalfundur hafa verið boðaðir 13. september næstkomandi. Einhverjum sem vilja ræða það? Veður sér engin ljós. Þá er þetta dagskrárliður 35. Það liggur hér bara eftir kynningar, það er skýrsla forsætisráðuneytisins verkefni störf án staðsetningar og mig langar aðeins að þarna fjalla þetta, en ég bara rak nú bara augun í það að þessi skýrsla kom á netið í gær eða fyrradag og það er margt mjög áhugavert þarna í þessari skýrslu og ég einhvern veginn held það ef á að fjölga störfum á staðfestingar þá snúist það fyrst og fremst það að það þarf að vera viðhorfsbreyting hjá stjórnendum stofnana í hinu opinbera geira. Eins og kemur fram í þessari skýrslu þá var leitað eftir áliti hjá forstjórum nokkra undirstofnana hvers ráðuneytis, hversu mörg störf væri hægt að hafa sem störf án staðsetningar innan viðkomandi stofnunar. Ég ætla bara að lesa hérna upp aðeins úr því sem kemur nokkra stofnanir sem koma fram í þessari skýrslu. En af 180 stöðugildum hjá Hafrannsóknastofnun þá er mögulegt að hafa 12 störf án staðsetningar. Af 27 störfum hjá Samkeppnisstofnun er hægt að hafa 2,5 stöðugildi án staðsetningar. Af 84 stöðugildum hjá Útlendingastofnun er hægt að hafa hálft stöðugildi án staðsetningar. Af 98 stöðugildum hjá Tryggingastofnun er hægt að hafa 4,5 stöðugildi án staðsetningar. Af 319 stöðugildum hjá Skattinum er hægt að hafa 14 án staðsetningar. Af 126,5 stöðugildi hjá Hagstofunni er hægt að hafa 11 án staðsetningar. Af 130 stöðugildum hjá Sjúkratryggingum er hægt að hafa 6 án staðsetningar. Og svo það sem sló mig nú kannski hvað mest. Af 1672 stöðugildum hjá Háskóla Íslands er ekki möguleiki að hafa neitt án staðsetningar. Og af 149 stöðugildum hjá Vegagerðinni er hægt að hafa 28 án staðsetningar. Ég held að allar þessar stofnanir geti gert mun betur í það að auglýsa störf án staðsetningar. En ég ætla líka að hrósa þeim stofnunum sem að gera vel og vek athygli á því að hjá Umhverfisstofnun er hægt að hafa yfir 90% af öllum störfum án staðsetningar. Og eins og kemur fram í þessari skýrslu. Þannig að mig langar að leggja til hérna bókun í sveitarstjórn að í ljósi nýútkominnar skýrslu störf án staðsetningar skorar sveitarstjórn Dalabyggðar á öll ráðuneyti Stjórnarráðs Íslands að fjölga störfum án staðsetningar. Af skýrslunni að dæma er ljóst að vandamáli leikur víða hjá stjórnendum einstakra stofnana að vilja auglýsa opinber störf án staðsetningar. Sveitarstjórn Dalabyggðar telur að auglýsa ætti öll opinber störf sem hægt er að sinna án staðsetningar utan höfuðborgarsvæðisins á næstu árum og feta þannig í fótspor Danmerkur sem auglýsa öll ný opinber störf utan Kaupmannahafnar. Einhverju sem vilja ræða þessa bókun eða þetta mál frekar? Svo virðist ekki vera en þeir sem eru samþykkir þessari bókun gefumerki.
Hún er samþykkt samhljóða. Þá er hér næst dagskrárliður 36. Það liggur hér fyrir minnisblaði störf sveitarstjóra frá síðasta fundi. Einhverjum vilja ræða það? Það kveður fyrir engi hljóðs. Þá er dagskrá fundarins næstu því tæmd. Það er eftir að ræða eitt mál sem verður rætt hér sem trúnaðarmál á eftir. En við förum núna yfir fundargerð og göngum frá henni og ræðum þetta trúnaðarmál. En áður en að við stöðum upptöku þá vil ég láta þess getið að næsti reglulegi fundur sveitarstjórnar á að vera 5. 14. október næstkomandi.